Afkvæmi þegar að einhver dýr, karlkyns dýr og kvenkyns dýr koma saman og eignast barn ef við erum að tala um fólk, hvolp ef við erum að tala um hunda, kettling ef við erum að tala um ketti, kálf, folald, lamb, yrðling, við höfum fullt af orðum yfir mismunandi afkvæmi. Við þurfum alltaf karlkyns kynfrumu og kvenkyns kynfrumu þegar við erum að tala um dýr eins og við þekkjum þau svona það sem við sjáum með berum augum. Það er vísu til eitthvað sem heita meifæðingar, þar sem kvendýr geta búið til annað afkvæmi án aðkomu karldýra. Það er aðallega þekkt meðal skriðdýra en er ekki algengt. En þetta er leið, það er að segja að búa til, og þetta er kallað kynæxlun, þegar það koma sáðfruma og eggfruma og búa til nýjan einstakling, þá er það að blanda erfðaefninu saman. Minni lífverur eins og einfruma lífverur, hvort sem við erum að tala um frumdýr eða bakteríur, það er hægt að tala um afkvæmi þar líka þó við gerum það yfirleitt ekki, en þar bara eru við með frumur sem skipta sér. Af því að þá er í raun gamla fruman, hún hættir að vera til, verður að 2 nýju frumum, en báðar nýju frumunar eru partur gamla fruman og part nýtt, þannig að það er ekki alveg hægt að tala beint um afkvæmi þar.